Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, mig langar ekki en finn mig knúinn til að nefna hérna atriði sem kemur fram í skýrslu GRECO varnir gegn spillingu hjá æðstu valdhöfum framkvæmdarvalds og löggæslu á Íslandi. En það 100. og 40. liðurinn sem fjallar það að það hafi komið fram að hjá rannsóknarnefnd samtakanna að lögreglan eigi sér langa hefð fyrir tengsl tiltekins stjórnmálaflokk og að flokksaðild og pólitísk sjónarmið geti stundum haft áhrif á stöðu hennar. Nú held ég að það sé augljóst hvaða flokk þeir. Mig langar líka að velta fram þeirri spurningu hvers vegna það sé svo augljóst. Og lagt til að það verði komið á fót miðlægan stofnunum sem fáist við innra eftirlit og rannsóknir á hugsanlegum brotum í starfi lögreglunnar. Nú það eitt sem mér finnst mikilvægt að hafa í huga hérna. Stjórnmálaöfl á borð við þetta stóra rótgróna stjórnmálaafl sem greinilega hefur þessi tengsl við lögregluna, að þau líka fela í sér ákveðna heimsmynd af borgurunum af því hvernig eðlilegt og gott samfélag sé. Og það að stjórnmálaflokkur hafi áhrif á störf lögreglunnar nokkurn tímann ekki nógu gott og það eitthvað sem við eigum að líta á sem alvarlegt. Og ég myndi segja að sá ágæti hv. stjórnmálaflokkur ætti líka að gera það. En við Píratar höfum á sínum tíma og hugsanlega leggjum aftur fram þingsályktunartillögu sjálfstætt eftirlit með störfum lögreglu. Nú hefur verið að störfum frá því í upphafi 2017 nefnd eftirlit með störfum lögreglu og fyrsta ársskýrsla hennar á eftir að koma út, hún kemur út bráðlega og ég hlakka til að sjá hvað kemur fram í henni. Við metum stöðuna eftir það. En þetta eitthvað sem við hér á Íslandi eigum ekkert að vera of bláeygð yfir, eins og maður segir. Pólitísk afskipti af lögreglustjórum eru algjörlega ólíðandi. Það að það sé einhver pólitískur kúltúr sem stjórnir nokkrum sköpuðum hlut innan lögreglunnar algjörlega ólíðandi og við höfum ekki nokkurn tímann að leyfa svona orðum að birtast aftur í skýrslu frá GRECO okkur. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Ég get upplýst hv. þingmann Helga Hrafn Gunnarsson að ég telst eiginlega góðkunningi lögreglunnar. Það ekki að því ég í Sjálfstæðisflokknum. Og það kemur mér ekki á óvart að heyra þingmenn Pírata. Öll pólitísk umræða þeirra snýst að tortryggja aðra, gera það óheiðarlega, þeir séu spilltir. Ekki kominn tími til, hv. Píratar, og jafnvel Samfylkingin má taka það til sín, að eyða nú tími ykkar á þessu háa þingi að ræða stjórnmál, framtíðina, hvernig getum við bætt atvinnulífið, hvernig getum við bætt atvinnulífið út á landi, hvernig sjáum við fyrir okkur framtíðina. Nei, það snýst alltaf það að einhver annar vondur, óheiðarlegur og svo framvegis. Mönnum verður ekkert ágengt í að auka virðingu þingsins með þessum málflutningi. Ekki að bæta fleiri fyrirspurnum og skýrslugerð til þess að reyna að koma höggi á aðra og snúa svo út úr öllum upplýsingum. Guðanna bænum, farið nú að tala þau góðu verk sem hægt að framkvæma, það sem vel gert, gagnrýna málefnalega það sem teljið ekki vel gert. En hættið þessu, vegna þess að það mun engum árangri skila til lengri tíma. Hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson hefur óskað eftir að bera af sér sakir og ætlar forseti að verða við því að veita hv. þingmanni orðið þar. Virðulegi forseti, vissulega var ég ekki persónulega nafngreindur en það var alhæft hérna Pírata og því vil ég aðeins koma Pírötum til varnar hvað það varðar. Og virðulegi forseti, ég skora á hv. þingmann Brynjar Níelsson að útskýra hvernig gagnrýni Pírata og þingmanna Pírata hefur verið ómálefnaleg. Að koma bara einfaldlega fram með lista af okkar rökum það þegar við bendum á hvað spilling og af hverju. Og útskýra fyrir okkur af hverju það ómálefnaleg gagnrýni. Því að sjálfsögðu
þegar það er spilling, þá segjum við spilling. Að þegja það er ekki gáfulegt.